Hjalti Bjarnason, Tak og jarðepla upptökuvélin. Tak og jarðepla upptökuvélin. Hjalti sprellar með tröllasúru höfuðfatt, rabarbarablöð, segist vera álfur. Tíkin Mora með álfinum á myndinni. Freyjukettir Norræn menning, önnur útgáfa 2010 og ESB númer. Flestar taksagnirnar voru í Stundin okkar á árunum 1975-79. Jarðepla upptökuvélin var send út í janúar 1979. Tilurð þessarar sögu. Ykkur að segja var það svo að öll fjölskyldan var að taka upp kartöflur í rigningu. Allir voru duglegir nema Hjalti. Honum þykir ekki gaman að taka upp kartöflur í rigningu. Hann var yngstur, svo hann var ekki skammaður þótt hann gerði ekkert gagn. Hann fór að segja okkur hvernig Tak tekur upp kartöflur. Ekki með svona fornaldar vinnubröðum, heldur með nýjustu tækni. Svo teiknaði Hjalti myndirnar við söguna þegar við komum heim. Skemmst frá að segja að Hjalti fékk meira greitt fyrir söguna í Stundinni en öll fjölskyldan græddi eða sparaði á eigin kartöfluuppskeru. Tjali-Jatsa geimfluga með 16 fætur. Jarðeplafluga. Á stjörnunni hans Taks mikið gróður og geimverurnar eru mikið að rækta. Geimverurnar eru líka að rækta jarðepli. Oft eru svo stórir jarðeplagarðarnir að þær eru mjög lengi að setja niður og taka upp. Úff, ég alveg orðin kófsveittur, segir Tak. Þá dettur Taki í hug að reyna að hafa eins konar plóg eða skóflu sem hann gengur með til að taka upp. En það þarf að snúa þessu. Ofsalega þetta erfitt. Ég held ég verð að setja mótor í þetta. Þá snýst skófluplógurinn svo hratt að enginn getur stoppað. Geimverurnar þjóta bara með. Vélin rýkur áfram en tekur ekkert upp. Ekki einu sinni hraðgeimveran getur hlaupið svo hratt þótt hún fari á spretti. Tak býr því til sjálfvirka jarðeplu upptökuvél. Leikhljóð. Tjikiku, 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 tjikiku. Hún á hjólum. Tak sest á og stýrir. Að vísu glemdi Tak að setja hemla á, en það gerir ekkert til. Hér á jarðeplaræktunarakrinum allt flatt. Þetta nú heldur betur munur. Tak býr líka til jarðepla niðursetningarvél. En tíminn svo lengi að líða meðan jarðeplin vaksa, það þarf að bíða allt sumarið frá því settir niður, þar til hægt að taka upp. Tak býr því til hraðvaxtarduftið Picolex. Þetta duft fær jarðeplin til að vaksa samstundis. Leikhljóð. Klikk-tikk, klikk-tikk, klikk-tikk. Klikk-tikk. Tak sameinar allt í eina vél, niðursetningarvél sem dreifir Picolexi og upptökuvél. En Taki þykir svo leiðinlegt að þvo jarðepli, sjóða þau og flysja. Ég verð að reyna að búa til suðu, flysji og stöppunarvél og hengja hana aftan í niðursetningar, áburðar og upptökuvélina, svo allt komi tilbúið út. Vonda og Sprengi ætla að gera betri og meiri vél en Tak. Við verðum að hugsa málið,
pískra þau. Loks finna þau út hvað þau geta gert. Sprengi og Vonda gera þessa vél sem síður, flysjar og stappar jarðepli. Leikhljóð: putr brum, putr brum, putr brum, putr brum. Þau setja vélina skakt saman í klaufaskap, svo vélin étur öll jarðeplin sem hún kemst í. En þau vita það ekkert. Viðbótar leikhljóð: nammi nammi nam, nammi nammi nam, nammi nammi nam, putr brum, nammi nam, putr brum, nammi nam, putr brum, nammi nam. Jæja takk, segir Vonda. Nú höfum við búið til ágætta jarðeplastöppuvél. Það gott, segir Takk. Ég hef einmitt fundið upp dósir sem við getum sett stöppuna í. Þær opnast ef ýtt á sérstakan stað á þeim. Þarf engan dósaníf. Takk, Vonda og Sprengi fara að selja jarðeplastöppu í dósum. Svona líta dósirnar út. Pakkageimveran kaupir eina dós. Hún tautar: bara ýta á sérstakan stað, þá opnast hún. En þegar Pakka ætlar að fara að fá sér í svanginn, kemur í ljós að dósin alveg tóm. Pakka fer og kvartar við Takk. Pakka segir: þetta alveg hræðilegt. Takk segir: vélin hefur étið öll jarðeplin. Allar dósirnar eru tómar. Leikhljóð: klikkiti tikk, klikkiti tikk, klikkiti tikk, klikkiti tikk. Takk býr til nýja suðu, flysji og stöppuvél sem setur jarðeplin í dósir. Það má líka búa til gulrótastöppu. Bara ýta á sérstakan stað, þá opnast dósirnar. 30 takksögur, barn semur handa börnum.